Það kom að Q&A-inu og ástæðan af hverju ég að gera svona solo þátt, ég ætla bara að byrja að taka það fram, náttúrulega að það pínu scheduling konflikt á því að ég vill alltaf droppa þætti aðra hverja viku og já, þannig að ég vill að fólk myndi að fá allan þátt í næstu viku og síðan vikur það mun koma hreitvöði þáttur með viðmælanda. En já, síðan bara ef þetta eitthvað skemmtilegt og fólk fíla þetta, mjög alveg gera meira þessu. Veit ekki alveg hvernig myndgæðin kom út, þetta bara myndavél sem ég á og ég bara einn í þessu, ég eitthvað að borga tökumanni og klippar á eitthvað í þetta mission. Þannig já, og ef að þið fílið þetta, bara, vil ég bara meira þessu, þá vil ég endilega fólk láta mig vita því, svo ég gert það og kannski, græði betri myndavél eða gert þetta eitthvað neginn betur. Þannig að bara bear with me, ég veit ekki alveg hvernig það mun koma út. En við byrja Q&A-inu. Fyrsta hversu oft æfir í viku og hvernig. Sko, ég æfi 5 sinnum í viku. Það einu sinni gat ég æft 6, jafnvel 7 sinnum í viku, en ég get það ekki lengur. Þannig að Father Time svolítið að ná manni og já, ég bara hef ekki bara nægar í kofra og ekki andlega né líkamlega, sko. Þannig að ég verð að, ég æfi 3 daga, hvíli 1, æfi síðan 2 og hvíli 1. Hvernig ég æfi fer svolítið bara eftir markmiðum. Þannig að núna ég í smá kötti fyrir jólin og þá snýst svolítið núna bara færri set en alveg to failure og færri æfingar bara til að stjórna fatigue, köttum vel niður fyrir jólin og ég taka þátt júluvenir, þannig að þetta líta bara vel út þar og síðan munum við fara að keyra okkur aðeins meira í gang og breyta þess æfingar álæginu eftir það. Top tips fyrir gym og mataræði. Sko, top tips, þetta er mjög bara basic svar en það bara consistency, skiljum mig. Það bara verður að vera consistent í þessu, annars þá ertu að fara að ná takmörkum árangri. Þú getur alltaf náð einhverjum árangri, en ef þú ert að ná góðum árangri og komast eitthvað langt í þessum leik, þá þarf það að vera consistent. Það bara þannig, það gildir fyrir ræktina og það gildir líka fyrir mataræði. Það bara staðan og top tips, skilur mig, það náttúrulega bara, svefn svo mikilvægur, að ná góðum svefn. Ég finn rosalega mun á mér ef ég sé illa og ef svefnrútínum mín eitthvað off, ef ég að vakna á mismunandi tímum, fara að sofa á mismunandi tímum, það þarf bara að vera rútína á þessu öllu. Þannig ég myndi segja consistency og rútína og svefn númer 1, 2 og 3 þegar kemur að æfingum og mataræði. Og þegar með lélegan svefn þá eru hungurhormónin líka í fokki, þannig að þú ert með meiri cravings og bara gera hlutina miklu erfiðari fyrir þig. Game changer fyrir mig og minni vegferð. Sko, það bara mataræði, sko. Ég var alveg mörg ár bara ánum var eitthvað þjálfari að lyfta og borða mjög takmarkað og ég var alveg sterkur en ég stækkaði ekki beint og líkaminn minn eða fysíkinn minn mótaðist ekki eins og ég vildi, sko. Það var ekki fyrr en að ég fór að taka mataræði í gegn, fór að trakka það sem ég að borða og bara vita nákvæmlega hvað að setja ofan í mig. Það bara mest game changer fyrir mig og líklegast fyrir flesta. Ég held að þetta er svona joke-spurning, ég ætla að koma með hana. Fitu svo eitthvað svo mæli með fyrir þína kúna? Nei. Farðu bara og lægðu þeim vinnuna og þá mun að haldast þannig. Ég hef þjálfað fullt af fólki sem hefur farið í ermi, fitu svo og hitt og þetta, en hugarfarið hefur ekki breyst og það ástæða okkur að það síðan að koma til mín út í að það bara búið að fitna aftur. Þannig að, já. Skemmtilegasti viðmælindin hreitvöði. Sko. Erfitt að segja. Og það sko, náttúrulega ég myndi segja, Guðstrákarnir voru geggjaðir, það voru ógeðslega skemmtilegir. Þannig að síðan náttúrulega bara Árni Hneitismjör og Gauti bara mjög góði vinir mínir báðir. Þannig að mér leið mjög vel að taka upp þá þætti og það var líka fyrstu 2 þættir sem tóku upp og þeir eru ótrúlega skemmtilegir. Og síðan það Vikfit, þannig með Viktori. Sko, ég myndi segja skemmtilegast að taka upp varla með Vikfit út af því að
út af því að þá eru bara 2 þjálfarar að tala þjálfun og okkar áhugamál, ekki ég að spyrja viðmælendur eitthvað þeir eru að gera, skiljum við það bara við svona, ég var alveg að spyrja Viktor bara hvað hann er að gera, en að tengdist rosalega mikið við það sem ég er að gera. Þannig að mér er svona skemmtilegast að taka hann upp út líka sem voru bara eitthvað að maksa í bekknum, það gerist ekki skemmtilegra. Þannig að mér er skemmtilega að taka hann upp, en skemmtilegast í viðmælendin er bara ólega erfitt að segja sko, því allir eru bara frekar mismunandi sko. Olíur á viku, ég er í 250 akkurat núna og hækka örugglega eftir niðurskurðinn. Skemmtilegast og erfiðast við að keppa eða preppa fyrir bodybuilding. Sko, skemmtilegasta náttúrulega bara skemmtilegasta er bara að horfa á líkamaðinn bara gjörbreytast. Það er skemmtilegasta. Bara viku eftir viku eftir viku er einhverjar nýja tölur, það er einhver breyting á öllu, það er ótrúlega skemmtilegt. Og líka það sem mér er mjög skemmtilegt við þetta er sko hvað þú ert on point. Ég var ekki að búast við því, ég var að búast við að ég myndi bara vera alveg hauslaus en ég var miklu meira skapandi, var að fá miklu meiri hugmyndir, þú veist, þegar kom að vinnunni minni og já, þú veist, þannig að og síðan, þú veist, þegar ég eftirmót þá einhvern veginn fór alltaf skramblast meira hérna uppi, þú veist, að ég var svona blenka creatively, skilur við, það var ekki að gerast þegar ég var í preppi sem ég var ekki að búast við og því að maður er svo on point í öllum, rútina upp að 10, bara allt upp að 10, en síðan, þú veist, þegar þú ferð úr preppi, getur verið að leyfa aðeins meira og svona hlutin þurfi að vera svona eins mikið on point, þá rugglust svolítið hlutinni, sko, þannig að, já, en það var svo skemmtilegast, en erfiðasta við preppið og að keppa var bara pósurnar. Ég var sko ógeðslega lengi að byrja að pósa og ég var alltof seinni í og ég held að ég hefði alveg getað pleysa hærra allan en Íslandi ef pósurnar mínar væri meira on point, sko. Og þannig að, já, þannig ég myndi segja að það sé erfiðast og ef ég mun keppa aftur, þá mun ég byrja að pósa miklu fyrr. Þótt að ég er alveg að pósa stundum eftir æfingar og eitthvað þannig. En þú veist, ég var ekki komið pósurútínu sko 3 vikum fyrir mót sko. Þannig að, já, ég myndi segja að það sé svona það erfiðast allavega fyrir mig. Er coach að stunda eitthvað kardió, þá er ég ekki að tala skref. Það fer bara eftir markmiðum. Þannig að núna er ég að taka 20 mínútur kardió eftir æfingar og 10 skref, en þú vildir ekki vita skrefin, en núna er ég bara að taka 20 mínútur kardió. Hvenær byrjaði að æfa, sko ég byrjaði að æfa alveg fyrir löngu, alveg 22, 23 eitthvað byrjaði að æfa, en ég fór ekki að taka svo alvarlega fyrir ég var svona að verða 29 eitthvað. Á þeim tíma, svona, fyrir þann tíma var í gangi gegnum erfiða tíma mínu lífi, sko, bara þannig, og þú veist, eina sem ég gerði sem tengdi sportinu var bara að mæta að æfa. Og var ekki að sinna mataræði eða hafði ekki þessa vitneskju sem ég hef í dag og var ekki búinn að læra þetta líka. Þannig að þú veist, þannig ég byrjaði að æfa alveg 22-23 en ég myndi segja að þetta byrjaði samt ekki allt fyrir en að ég var alveg að vera 29 ára. Þannig að þú veist, ég var 36 núna í vikunni og þannig að þú veist, já, 7 ár sem ég svona búinn að vera djúpt í leiknum. Hvað ætla að gera marga þætti? Sko, það fer eftir. Þú veist, ég er að horfa þetta sem season 1 sem er í gangi núna og það eru 2 þættir eftir því. Ég ætla ekki að segja hverju viðmælendin eru en já, þú veist, síðan mun taka smá pásu frá svona miðjan desember fram í janúar, fram kannski þannig lok janúar. Þá byrja aftur með, þú veist, að fá viðmælendur. Ég mun kannski taka ykkur svona þætti upp, annað eins og ég gera núna, en það er bara að sjá hvernig allt fer upp og sponsora og hitt og þetta og ég vil alveg kannski gera þetta aðeins stærra og já, þú veist, ég er með fullt af hugmyndum, en fyrst og fremst velta svolítið á sponsorum og svona, já, bara upp á tökumann og hvort að, þú veist, ef ég vil, þú veist, það eru sumir viðmælendur sem maður vill fá en þið vilja hafa borgað, þú veist, þannig já, þú veist, þetta verður bara allt saman komið í ljós, sko, en allavega mun ég gera 2 þætti viðbót að segja viðmælendur, það er alveg 100%, sem þurfum bara að sjá til, og en ef eftirspurnin er mikil og þið eru að biðja það, þú veist, þá alveg 100%, en ég myndi segja að, þú veist, það er góða líkur ég muni halda áfram,
eftir áramót en það ekki staðfest. Draumagestur, það náttúrulega bara The Mountain, bara sterkasti maður í heimi. Hann svona svolítið að kasta út í kosmosi núna, þú veist, að taka þátt með honum og taka bara basically dead session með honum og eiga gott og skemmtilegt spjall, sko. Það er svona draumurinn og þú veist, hver veit hvort það verður einhvern veginn að veruleika. Ætlar að keppa einhvern veginn aftur, veit ekki. Ég bara veit ekki, sko. Planið var að bara keppa einu sinni, bara pröfa þetta og en svona eftir mót og þú veist, þetta langar mann til að gera betur og toppa sig og allt það. En núna er ég svona aðeins svona búinn að taka skrifið aftur með það og ég mun 100% ekki keppa næsta ári, kannski ári eftir það, kannski aldrei aftur, kannski því ég er fertur, þú veist, ég bara veit ekki, en aldrei sé aldrei, en það er ekki beint eitthvað sem ég er að fókusa á akkurat núna. Er kaldi potturinn góður fyrir recovery eftir æfingu? Nei, ekki þegar kemur á bodybuilding. Með þessa gaurin sem kom með þessa kenningu með kalda pottinn er með þess að búin að taka það tilbaka. Hann var fyrst bara harður á því eftir æfinga, bara fara í kalda. Sko, ef þú hugsaðu þetta bara logically, þá ertu sko að stoppa allt blóðflæðið í vöðvan strax svo fyrir kalda. Þannig að, en allan fyrir bodybuilding er það ekki gott. En það er gott fyrir æfingu í bodybuilding og bara jafnvel fyrir daginn eða leyfa allan 4-5 tíma að líða og fara sín í kalda upp á recovery. Og þegar þú segir maður samt á þessi hlaupari eða eitthvað svoleiðis, þannig að jafnvel fótboltamaður, þú veist, þá er rosalega gott að fara í kalda pottin upp á recovery. Fastandi cardio, er það betra fyrir fitutap, þú veist, það er allur gangur á því, sko, þú veist, maður hefur lesið hitt og þetta og séð eitthvað svona einhverjar kenningar en mér finnst þetta best að taka fastandi og út af því að þú veist, þú ert búin að tæma alla kólefnisstöðuna þínar svona nánast og ert ekki búin að fylla á þar með því að borða og þá er líka með svolítið að leita þú veist, í fituna upp á brennslu en mikið af konunum hafa líka sýnt skilur með að þetta jafnast út þannig að það er bara, þetta er svolítið bara það sem þú fílar, sko. Top 3 bodybuilder, sko, ég pældi þessari mjög vel, þú veist, ok, það er alltaf hægt að setja Arnold inn, ég gera það samt ekki, þú veist, og þetta er bara hann er bara eins og, þú veist, það er Messi og Ronaldo og hann er svona eins og Pele, skiljum mig, það er ekki hægt að bera þetta, þú veist, eiginlega saman, skiljum mig, þú veist, allt hans dæmi var frekar hrátt og hann var ekki með sömu tækni og vísindi og menn hafa í dag. Þannig ég myndi segja, sko, þriðja sætið er jafntefli milli Phil Heath og Dorian Yates. Segja annars sætið er náttúrulega bara Sebum, skilur, þú veist, hann er bara ekki, þú veist, ég er ekki að fara eftir, sko, ég er bara að fara eftir hvernig mér finnst, hvaða look mér finnst flottast, skilur mig. Þú veist, þess vegna hef ég Phil Heath og Dorian Yates í síðasta sæti, þú veist, ég hef ekki Jay Cutler og Ronnie Coleman á listanum og sem ég bara finnst þið bara vera allt of stóri, sko, ég fíla það ekki. Sebum í öðrum og síðan er Lee Priest í fyrsta sæti. Ég veit ekki hvort fólk veit hvað er, mjög lítill, svona naggur og ég hef alltaf fílað hann, sko, og hans fysík var rosalegt og hann átti að fá pro-card, sko, fyrir 16 ára en hann var bara alltaf ungur til að fá það og var náttúrulega bodybuilder alveg lengi, þú veist, kannski til 19 eitthvað þannig og þá eftir hann fór að setja í sig þá bara sprakk hann út, sko, og hann var ekki beint fan af þessu lean bulki, hann bara tók dirty bulk, skilur, og bara borðaði McDonald's og þetta og svona, og sem ég er ekkert endilega að segja sé eitthvað rétt nálgun en það virkaði fyrir hann og en bara hvernig bara hendurnar og allt samræmi öllu líkamann manns var ógeðslega flott. Ertu ekki þreyttur á að trakka alltaf matinn? Nei, eiginlega ekki, sko, þú veist, ég þarf hvort að setja mat á disk, þannig að skiptir ekki máli bara að hafa viktan undir, sko, og borða til planið að bara einfalda lífið mitt ótrúlega mikið, staðan fyrir alltaf pæli hvað ég borða og
og þú veist, ætla að mixa mér eitthvað en það vantar í það og þarf að fara í bónus og hitt og þetta. Þú veist, ég bara fyrir búð bara með lista, kaup eftir plani, prep eftir plani og þú veist, já, þú veist, það bara langbest. Þannig að já, nei, ég ekki þreyttur á því. Sko, já, loka spurning, meal prep hacks. Þú veist, mesta meal prep hacksið náttúrulega bara að preppa matinn. Og eins og mér finnst það þægilegast að gera þetta að ég preppa tvisvar í viku á sunnudögum og fimmtudögum. Þannig ég fer þá í búð á laugardegi og ég kaup mikið frosið og af því það síðan ef ég á það ekki til nú þegar og síðan preppa ég matinn á sunnudegi. Sama, síðan á miðvikudegi fyrir bónus og leiði að því sem þarf og preppa síðan á fimmtudegi fyrir þá næstu, þú veist, fram á sunnudag. Og svona bara rúlar þetta. Þetta bara partur af rútínunni. Bara á þessum dögum, bara ég með klukkutíma 1,5 þar sem ég preppa, það ég bara all good, það ekki að pæla meira í þessu skilju. Og þannig að bónusferðir eru færri og já, þú veist, þetta eru bara 2 bónusferðir í viku og 2 sinnum í viku að preppa. Það er bara mjög einfalt mál. Þannig að já, þetta eru allar spurningarnir sem ég fékk og já, þannig að bara veisla. Þannig að ég ætla núna að fara á svo æfingu og sýningu frá henni. Já, þannig að bara þetta var hreinn vöðvi Q&A. Takk fyrir mig.